Gummi Ben talaði áðan hvað að þessu fólki sem bara heima í stofu. Þú ert ekki einn af þeim. Nei, það sko alveg hreinar línur. Ég skil ekki svona fólk eins og ég veit að kærastan mín í kór og það var einhver tvær sem stungu upp á því að æfingunni frestað og það var jarðað. Þær vilja freka syngja, gaula eitthvað heldur en að ekki segja gaula, syngja heldur en að vera að horfa á almennan leik. Með góðu fólki. Og svo líka hægt að segja frá því, ef við komumst á HM, ég var á staðnum. Já, ef við komumst, það fer 1-1. Þetta er 1-1, það er svona að vinst að spá þessu jafntefli? Já, við bara gerum þetta svona. Nú ert þú stjörnuljósmyndari, hefur nú átt íþróttaljósmyndir ársins og fleira, en þú verður ekki með myndaðalinn í kvöld? Nei, bara litlu. Ég á íþróttamynd ársins að Gummi Ben með hans. Hvernig var svo mynd? Það var þegar það runnu bikarmeistaratitil, það var að vera skvett yfir hann kók. En það er það sem gaman að segja frá því sko að það var einhver sem vinur minn sem sagði það hvort akkur ég var ekki á töfluhundinum. Það var því ég skildi ekki taktík. Ég sagði við tökum bara Leeds-taktíkin á þetta, 1-1. Hún er langeinföldust. Hún er langeinföldust. Við erum bara til hotfána og bíðum þar. Þú ert Leedsari, það er nú ekki góðsend tíð hjá Leedsurum, en þú ert alltaf að styðja landslið, það gengur aðeins betur þar. Já, þetta kemur hjá Leeds sko, það er engar áhyggjur af því. Og landsliðið er bara að gera flotta hluti og við styðjum það bara gegnum súrt og sætt. Og það er stefnan að fara til Brasilíu ef að vel fer í kvöld? Já. Við erum á kvöldkauði hátíðina. Aðdáendurnir eru hérna að syngja til þín? Já, ég á fullt af aðdáendum hérna. Áfram Ísland! Áfram Ísland! Takk fyrir!